Já, góðan daginn. Baltasar, ertu ekki hress? Hann mjög hress. Í gær labbaði ég skokkaði, ég rölti. Það var svona samblanda af skokki og rölti 6 kilometra og kom með halsæri, ég kom með sár á hælinn minn, en ég Anita spurði mig hvort að ég ætlaði ekki að fara að redda með mataplani eða, þú veist, hvernig ég ætlaði að gera þetta. Ég búinn að kaupa mér mataplan sem 90 dagar og kemur þetta mataplan ótrúlega óvart. Ekki það að ég ætla að lasta einkaþjálfara á mataplönu þeirra, en þetta bara beyond, bara ógeðslega flott. Ég ótrúlega ánægður með þetta. Mataplanið basically þannig að ég valdi bara, ég skrifaði fyrst, þetta voru reytir sem ég þurfti að fylla út og ég basically skrifaði fyrst bara hvað ég hár, hvað ég gamall, hvað ég þungur, hvað planið mitt, eða hvert langar mig að fara. Svo eftir það fæ ég að ráða hvað í mataplaninu. Hvað finnst mér gott að borða? Ég valdi, mér langar að borða aðeins meiri fisk, þannig ég valdi fisk, kjúkling og kjöt, steikur. Svo valdi ég alls konar hráefni eins og svona meðlæti. Þetta tekur ekki geðveikan tíma að hraka þetta allt inn, en þú velur sjálfur, eins og það að ég vill ekki ananas í neinu af því sem ég borða. Og þannig að ég valdi ekki ananas, þannig að það á ekki að vera ananas í neinu sem ég að borða, til dæmis. Allavega, þetta kostaði 1.400 krónur, 90 daga mataplan og ég borða 5 máltíðir á dag. Og já, þetta kemur ótrúlega vel út og það sem mér finnst mest snilld í þessu að í hverri viku þá get ég downloadað eða opnað svona innkaupalista og þá bara á innkaupalistanum nákvæmlega það sem ég þarf að kaupa og hvað ég þarf að kaupa mikið af því, sem ég finnst geðveikt og ég vissi ekki einu svona af því áður en ég keypti þetta. En allavega, núna ég að búa með til kjúkling út af því að í dag og á morgun á ég að borða kjúkling. Í hádeginu og í kvöldmat. Og já, þannig að ég að því. Ég verð að viðurkenna að það langt síðan að ég hef verið svona spenntur og peppaður í þetta. Aðalega út af því að ég búinn að gera mig grein fyrir hvað ég ekki góðu formi og ég líti illa út. En svo líka allt í einu byrjar að fá bakflæði, sem ekki eitthvað sem ég hef aldrei fengið bakflæði. Því ég held að það sé bara út af því að ég búinn að þyngjast og svona meðað við, hvað heitir þetta, BMI stöðul, þá ég offitusjúklingur meðað við það En ég ætla að halda áfram að preppa matinn. Eftir smástund þarf ég að fara að borða og ég á að borða, ég má ekki borða, ef ég borða núna þá má ég ekki borða fyrir fyrsta lagi eftir 2 tíma, seinasta lagi eftir 3,5 tíma. Þannig að eftir 3,5 tíma þá ég eiginlega orðinn of seinn, miðað við hvernig þið vilja hafa þetta. Þannig að ég ætla að gefa þessu séns í 90 daga og ég svolítið peppaður í þetta, ég er mjög spenntur og þið bara fá að fylgjast með. Já, þá erum við búin að búa til hádegismatinn. Ég veit að bekk morgunmatinn svo seint. Þá lítur þetta svona út. Og þetta vatnið. Anita Baltasar að fara í barnaloppuna víst og af hverju förum við ekki bara eftir? Já, Anita
og Baltasar fóru í barnalúppuna. Benjamin er vaknaður. Hann vaknaði eiginlega svona korteri eftir að þau fóru og annað 20 mínútum eftir að hún fóru. Ég er aðeins að leika mér í stofunni. Ég veit ekki hvort þið tóku eftir það var hérna píanóið sem ég gaf Anitu sem sagt í jólagjöf. Ég er búinn að færa það hingað. Við erum í smá vesenni með staðsetningu á píanóinu. Mér finnst þetta bara allt í lagi þarna og þá getum við líka verið með sem sagt sófan nær veggnum og svona í beinni línu eins og þetta var í gamla daga. Það er spurning hvað Anita segir við þessu. Hver veit, það kemur bara ljós. Máltíðin fór ótrúlega vel í mig. Bjánulegt að segja það. Nú er ég farin að drekka. Ég er að vera búinn með fyrstu. Ég er alveg komin hingað og með heilt glas. Þannig að þetta gengur eiginlega betur en ég þorði að vona. Þetta er auðvitað fyrsti dagurinn. En hérna ég átti auðvitað 400 grömm af kjúkling. Ég átti að borða 520 grömm sem sagt í hádeginu. Hádegismaturinn á þannig séð að vera stæðsti aðalmaturinn. Svo á kvöldmaturinn að vera bara lítið, bara svona rétt nart. Ég er alveg spenntur að prófa það. Ég hef einhvern veginn aldrei prófað almennilega að hádegismaturinn sé aðalmaturinn. Ég er auðvitað alveg upp þannig og flest allir Íslendingar, já. Vá, næstu því. Ég kom í hiksta. Jöfull. En já, við Ertu fastur? Já, kemstu? Já. En já, við erum einhvern veginn forræntu að kvöldmaturinn sé stæðsta máltíðin. Þetta mataprógram er... Góðu! Snú, já! Já! Dulur! Já, en þetta mataprógram er basically þannig að hádegið er stæðsta máltíðin. Mér fannst þetta skrítið fyrst þegar ég var að búa þetta til. Bara eitthvað, vilja þér að ég borði 520 grömm af kjúkling. Þetta eru 3 bringur, sko. Þetta er rosa mikið. Og ég reyndi að sleppti hrísgrjólum. Ég átti að vera með hrísgrjól, en bara, ég horfði bara á magnið í eitthvað, ég er ekki eins og hann að borða svona mikið í hádeginu, sko. Þetta er spennandi, en bjánalega við þetta er að ég er ennþá svangur. Ég er svona, það er það sem ég finnst skrýtnasta við þetta, er að ég er ennþá svangur. Já, þetta verður spennandi. Gaman að prófa þetta, sérstaklega út að ég borgaði nú ekki mikið fyrir þetta mataprógram. Ég bara svona eins og heiðarlegt svar, ég bara tími ekki að fara til einkaþjálfara og fá mataprógram. Það er bara mitt mat. Ég vil frekar borga, hvað kostar þetta? 1400, 1500 kall. Þarna fæ ég 90 daga, fæ innkaupalista og þú veist, ég fæ að velja nákvæmlega hvaða mat og tegund ég vil borða. Ég ætla allavega að prófa þetta og ég veit að fór á viktina, vikti mig í gær og fór á viktina og ég held að það væri eitthvað búið að breytast, það er ekki búið að breytast. Ekki neitt. En herru, ég ætla að segja ykkur tölur. Byrjunartölur, ég er með þetta hérna í símanum. Ég mældi mig 11.1.2019 og byrjunartölur eru þessar hérna. Bam. Sem sagt 101,6 kíló. Ég hef aldrei verið svona, ég hef aldrei náð þessari þyngd. Meira þess að þegar ég var sem duglegastur í ræktinni og var að reyna að ná þessari þyngd, það var ekki sjens að ná henni.
en ég er komin í 101,6 kíló. Ég er 32,7% fita, sem er basically þannig að 32% eða 33% af mér er fita, sem er ekki töff. 64,9 er vöðvamassi, beinþyngd, ég held að sé enginn að pæli því hverjum ekki drullu saman það. Það er 3,4 kíló held ég. Þetta sé innri fita, það er það sem við viljum lækka. Það sem ég vil fókusa á er kílóþyngdi mín, fituprósenta mín og innri fitan. Annað er mér svo sem drullu saman. Það er alltaf að fylgjast með vöðvamassanum líka. En innri fitan er 14. God damn it! Hún er 14. Þannig að þetta er fyrstu tölur og þetta lítur ekkert rosalega vel út. Ég er í versta formi sem ég á ævi minni verið í. Þannig að já, ég ætla að vera duglegur. Ég ætla að vera duglegur að mæta í ræktina. Ég ætla að mæta 3 til 5 sinnum í viku. Ef ég næ ekki að fara, mér langar að fara mánudögum, þriðjudögum, miðvikudögum, fimmtudögum, föstudögum og fríum helgar. Það er það sem ég vil. Allt í lagi. Allt í lagi. Enni mín. Býtu, ertu með boltan inn á þér? En já, planið er að fara 3 til 5 sinnum. Hjartaslag er að mér langar að fara 5 sinnum. Mánudag til föstudag og fríum helgar. Það er það sem ég vil. Næ ég því, ég veit að ég mun ekki ná því. Það er bara þannig. En það mun bara vera þannig, alveg saman hvort að klukkan sé orðin 12. Allt í lagi. Hérna, viltu svona? Svona. En ég er þar í hausnum núna að ég komi ógeð á sjálfum mér og ég ætla að losna við þetta og ef ég kemst ekki í ræktina þá skokka ég eða labba þangað í ræktina og aftur tilbaka. Það er allavega hreyfing, það skárar en ekki neitt og þetta eru cirka, ef ég fer svipaða hringu sem ég fór í gær þá er þetta 6 km eða 5,70, þetta eru cirka 6 km. Góðan daginn. Hi, Bibi. How do I keep góðan daginn. getting in relationships like this? I'm just saying. Góðan daginn. Það er sunnudagur. Ég ætla bara að halda áfram með bloggið. Það sem ég er að gera núna, ég ætla að nýta loksins að það sé ekki rigning og ekki rok og það er samt svolítið kalt. En ég ætla að klára að setja upp þessi ljós. Taka öll þessi ljós, eða ég ætla að taka þetta ljós, þetta hérna ljós og ég ætla að athuga hvort að ég næ í stiganum. Ég stóri efast það samt. Það eru örugglega stærri stiga. Nei, ég gæti nú náði. Og ég ætla að taka þessi 2 ljós hérna líka. Og ég ætla að skipta því út og setja þessi hérna ljós. Mér finnst þetta töluvert fallegra en þetta hérna. En það er bara mitt mál. Svo ætla ég einhvern veginn að þessi kastarar sem eru hérna undir, mér langar að breyta því, mér langar að setja eitthvað annað í staðinn, kemur ljós hvað það er. En ég ætla að byrja á því að rífa þetta ljósi hérna meginn, rífa það niður og já, þetta er gaman. Ja, það ég verð að viðurkenna að það er ógeðslegt undir þessu. En nú er komið tími á að þetta ljósu upp, búin að taka rafmagnið af, gera það auðvitað áður ég reif draslið sundur, þannig að nú byrjar að púsla þessu saman. God damn it, maður. Ég var auðvitað búin að taka upp og sýna ykkur fullt, en svo auðvitað dó vélinn og hún seifaði ekki það sem ég var búin að taka upp. Basically það sem ég var að segja er að þetta hérna eru ljósin sem við erum að setja upp. Philips fæst í húsasmiðinni, ég keypti þau upp í vinnu. Þetta er LED-ljós, duga í 5 ár, sem sagt ábyrgð í 5 ár og það getur alveg lifað lengur en það, bara
Og þetta er basically þannig að leið og ljósið hættir að virka, þá er það ónýtt. Þannig að þú veist, þetta er bara LED og það er ekkert hægt að skipta þetta eins og sést hérna. Hérna er hreyfiskynarinn og svo er plug and playið hér. Og það er basically snúrurnar sem standa út. Það er fara í ljósið, ég boraði vegginn, þá er það komið. Easy peasy, icy spicy, eins og við viljum hafa þetta. Já, þannig að ég ætla að halda áfram. Ja, herru. Þetta er komið. Þetta er miklu flottar en hitt gamla dótið maður. Herru, þá er ég þetta hérna ljósa eftir. Sjá hvernig það gengur. Jæja. Þá er mitt útiverk búið. Bæði ljósin komin upp. Ljósi hérna með henni komið. Sjáðu, bam. Og Anita er út að þrífa gluggana. Þannig að hún gaf mér smá félagsskap á meðan við vorum að þessu. Og svo er komið ljósi hérna á hliðinni líka. Hrikalega flott, ótrúlega ánægð með þetta. Og til að toppa þetta, þá hérna setti ég upp hérna nafnspjald, eða húst nöfnin á fjölskyldinu. Það er komið á hurðina líka. Ótrúlega ánægð með það. Anna er honum brjáluð. Það er að fara inn? Já, ég ætla að fara inn. Ég ætla að fara inn, fá mér eitthvað að borða. Það er alveg komið tíma á það að ég fá mér að borða. Varstu að meiða það? Já. Ég ætla að hérna sinna þess önnu, fá mér að borða og fá smá hita í kroppinn. Halló. Ja, þá erum við komin á aðra hæðina í ruslakompuna hjá Baltasar. Það er smá drasslita hjá honum. Það er eitt sem ég skammast mín pínlítið fyrir. Það er hérna hann var búin að búa hérna í einhverja mánuði og ég fyrst núna að fara að setja upp reykskynjuna hérna inn í öll herbyggi. Ég veit að ég var löngu búinn að þessu en það er að skára að ég gera það núna en aldrei. Þetta eru bara einhverjir reykskynjuna sem við fengum í múrbúðinni, kostuðu ekki neitt. Og já, við keyptum þau þegar við vorum að flytja og setja parkettið og það ævintýri. Þannig að já, ég ætla að henda upp reykskynjuna núna inn í öll herbyggi og gang og niður í hérna á fyrstu hæðina. Já, það er svona minn dagur en að gera eitthvað. Jó, opaslega erum við dugleg hjónakornin. Anita er að mála hérna þegar hún var búin að krota á allan vegginn. Og hérna No. En sem sagt, Baltasar krótaði með tús á vegginn hjá önnu. Ég veit ekki hvort þið muni eftir því. En málingin er auðvitað það ung eða nýlögð, hvað þessu? Nýmála. Já, þetta var alltaf eftir að sjást sko. Þetta eru mörgulega sparsli þetta. Ég veit, þetta sést auðvitað ekki á mynd sko. Jú, sést sko hérna. En hérna, já, hann hérna krótaði á þetta, þannig að við þurftum að skrúbba þetta af. Það gekk ekki betur en það að við tókum meirihlutann af málingunni með. Anita er að dutta sér því. Ég er komin í Benjamin herbyggi. Ég er að setja upp reykskynjuna þar. Baltasar er búinn. Ég á eftir að setja einn hérna á ganginn. Hérna hjá okkur. Og svo fer einn til önnu. Og svo er það bara neðra þeim. Tekur einhver stund. Skil ekki að ég sé ekki löngu búinn að þessu. Sérðu þið? Wow. Við vorum að fá heimsókn. Anita pantaði á netinu listaverk, það er ung stelpa er það ekki hún? Það er hún sem gerir þetta. Ung stelpa sem býr á Selfossi sem er einmitt að fara að eiga núna í kvöld eða morgun eða eitthvað, rosa spennandi. En allavega, þau hérna komu við og létu okkur fá listaverk sem við pöntuðum. Oh my god, hvað þetta er geðveikt. Þetta er ógeðslega flott.
Ég man ekki stærðin á þessu. En þetta er bara, þetta er geðveikt flott og við ætlum að setja á hana hérna vegg. Við ætlum að losa okkur við skenkin hérna. Fyrir mér má hendunum. Ég væri til í að gefa hann, en ég þarf leyfi hjá Anitu. En listaverkið mun koma hérna, á þennan hérna vegg. Og ég ætla að fara að gera það núna. Svo þegar ég er búinn að því, þá ætla ég að kveðja og ég ætla að fara að sofa. Ég er búinn að gera ótrúlega mikið í dag. En ég ætla að henda þessu listaverki upp. Lítur ótrúlega vel, ég er mjög ánægður með það. Ja, herru, strákarnir eru farnir að sofa. Ég og Anita erum að horfa á Ófærð. Ætlum að svæfa Önnu. Þannig að ég ætla bara að enda þetta núna, bara taka Esta fyrir áhorfið. Möndið út frábært, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst á morgun. Bye bye.